Góðan daginn. Ég ætla að segja ykkur svolítið frá þessu sem við höfum verið að sýsla með á Kristnesvík undanfarin ár og við höfum mjög mikið upplýsingum þetta fólk og við erum svona rétt að byrja að kíkja meira á þessu gögn. Linda Aðalsteinsdóttir þegar hún var í meistaranáminu sínu þá kíkti hún á hluti á gögnunum, aðeins á þyngdarþróunina og heilsufarsskeiðin en nú erum við að skoða fleiri gögn og ég ætla bara að segja ykkur strax upp að þetta allt í vinnslu, þannig að þetta ekki heilagur sannleikur endilega, þetta eins og það núna. Við eigum eftir að greina gögnin betur og við eigum alveg eftir að greina langtímagögnin, þannig að ég bara sýnum svolítið að skammtíðana gögnum. Og Alhindis Málsson og Guðjón Kristjánsson eru með í þessu brjósti líka, en þeir bera enga ábyrgð á þessum glærum, ég ætla að segja strax. En hins vegar hef ég fengið góðfúslegt Lindu að nota nokkrar glærur úr verkefninu hennar. Við ætlum bara aðeins að byrja á bakgrunnum af því við vitum þetta öll að offita stórt vandamál og það vaxandi og að það tengt ýmsum þáttum að það margir sjúkdómar sem tengjast offitu og að sumar rannsóknir sýna að þeir sem að glíma við offitu eru líka oft með verri félagslega eða efnahagslega stöðu. Nú bara ef einhver skyldi vera búinn að gleyma þessu, hvað líkamshittastöðull að það var reiknað svona út og þau tala svona mismunandi flokka á offitu. Nú eru þeir farnir að tala til dæmis að BMI milli 30 og 35 sé væg offita, þannig að þetta svona allt í þróun. Og þetta náttúrulega mjög gróf flokkun á því hvernig við ættum að vera eða ekki. Það náttúrulega alltaf spurning hversu mikið maður passar inn í þessum flokka, en þetta það sem notað því það svo auðvelt að mæla, það auðvelt að mæla hæð, það auðvelt að mæla vigt. Þetta eru gamalli OECD skýrslu og þar vorum við með 20% offitu. Það offita hægra megin og ofþyngd hinum megin, þar vorum við alveg 60%, þannig að við erum vel alin. Það kom ný skýrsla í fyrra og samkvæmt henni þá erum við með 19% í offitu. Þannig að þessi þróun sem þeir spáðu hér fyrir árið 2010 fyrir flest lönd og við vorum eiginlega alveg svona á pari við þetta. Við bara vorum ekki með á þessu grafi, við erum svo lítil og við erum oft ekki með. Að það virðist alltaf ekki hafa breyst mjög mikið hjá okkur á þessum árum hvað varðar offituna. Þetta að vísu self-reported en það var það líka 2010. Þannig að vonandi það þannig með okkur eins og við sést hjá mörgum öðrum þróunarlöndum, þróuðum löndum að það að hætta, það að koma svona plató í stígandina í þessu. En það gerist náttúrulega ekki sjálfu sér, þannig að við þurfum að gera veginn. Svo svolítið áhugavert, mér svolítið gaman að lesa þetta. Offita svona select. Það ef maður fer inn á PubMed og slæðir inn á obesity, þá bara það springur allt, það eru þúsundir greinar þetta. Eitt af því sem að fólk greinir á það hvort þetta sé sjúkdómur eða ástand og að ástand sem leiðir til sjúkdóma. Og það var mér var svolítið merkilegt þetta að The American Medical Association, hún ákvað á ársþingi sínu að offita væri sjúkdómur, komið með þessa yfirlýsingu og meðan offita hefur verið með sjúkdómsnúmer frá 1965. Svo getur maður velt í fyrir sér, rétt að offita sem sjúkdómsnúmer. Að hluta til getur maður hugsað að það gott að komi fram, þannig að maður svona vakandi fyrir því. En það alltaf þessi spurning, offita sem slík sjúkdómur í sjálfu sér eða ekki? Og þetta eru mjög margir sem að rífast en að þetta svolítið umdeilt. Og það svolítið merkilegt með þetta BMI, að við eigum að vera alveg rosalega on the edge. Við eigum að vera við eigum að vera hér, frá 18 til 25 cirka. Ef við fyrir mikið niður fyrir 18, þá erum við bara komin í bráða lífshættu. En við getum farið bara rosalega langt upp fyrir, án þess að vera alveg að deyja. En við eigum að vera rosalega langt, en skalinn okkar svo miklu lengri í þessa átt. Þetta mjög merkilegt. Og það kannski ekki skrítið þessuna að við förum frekar meira í þessa áttina heldur en hina, því að við værum að fara meira í þessa áttina, þá hefðu okkur fækkað verulega. Þannig að, og svo eru sumar rannsóknir sem sýna við obesity paradoxi að
maður lifir lengur eða á meiri hættu á því að lifa af sumt sjúkdómsástand en maður svolítið sett. Maður á aðeins varaforða. Þá klárar maður sig betur heldur en þeir sem eru alveg á línunni. Og það auðvitað hins vegar alveg skýrt samband milli offitu og ýmissa sjúkdóma, mjög margra stóra sjúkdómaflokka. En þarna spurningin, eins og alltaf, af því að offita og hreyfingarleysi fara svo oft saman. Og þá spurningin, er þessi tenging við sjúkdómana, það vegna offitu eða vanhreyfingar? Og það hafa komið fram stórar rannsóknir á síðustu árum sem sýna það að sama í hvað þyngdarflokki maður ef maður fyrir að auka hreyfingu sína, jafnvel þótt maður grennist ekki, eða léttist ekki, að þá batnar heilsan mjög mikið. Þannig að þessi stöðugi fókus á vigtina, hann kannski svolítið skakkur, en það eins og segja, það svo auðvelt að mæla það og auðvelt að sjá. Nú, hvað þá til ráða við þessu, að við erum öll að verða feit og þung og allt þetta? Nú, klínískar leiðbeiningar mæla sérstaklega með því að maður reyni að breyta lífsstíl sínum og náttúrulega best væri að maður væri með fyrirbyggjandi aðgerðir. En hver hefur einhvern veginn fengið peninga í fyrirbyggjandi aðgerðir? Rétt upp hönd. Svo hafa nú meðrunarskurðaraðgerðir rutt sér til rúms á síðustu árum, en þær eru ákaflega gagnslitlar ef að lífsstílsbreyting fylgir ekki með. Þegar það geta allir fitnað eftir meðrunaraðgerðir. Og meðrunaraðgerðir eru líka þannig að þeim fylgja ýmsar aukaverkanir sem sumar hverjar geta verið lífshættandi, á meðan góðum lífsstíl fylgja bara góðar aukaverkanir. Nú, sjúkrahúsið á Akureyri brást við þessari þróun árið 2005 með því að setja í gang lífsstílsmeðferð við offitu á Kristnesi. Og þá byrjuðum við Petra okkur að vinna við stofnunina og fengum taka þátt í að stofna þetta. Og Petra og ég og Ingvar og Friðrik og núna Björg unnið mikið í þessu. Þessi Linda, þegar Petri hefur verið eignast börn og svo auðvitað næringarfræðingarnir okkar og sálfræðingarnir okkar Sigrún erum í þessu teymi og þá það beiðni frá lækni í þetta og við vorum lengi vel og á þessum tíma frá 2005 til 2014 sem við erum að skoða í þessari rannsókn. Þá vorum við með allt frá 6 hópum og svo niður í 4. Það fór eftir í fyrsta ári gátum við haft 6 hópa vegna þess að þá voru engir að koma endurkomi. Og svo þegar endurkomum fjölgaði þurftum við að fara að taka frá viku. Og þetta margbreytt meðferð og meðferðartíminn í heild 3 ár en við ætlum bara að skoða þarna fyrstu 5 vikurnar í dag. En við fylgjum þessu fólki eftir í 3 ár. Nú, markmið þessar rannsóknar var að athuga þessa 5 vikna hópmeðferð á þyngdarþróunina, líðan, fólksins og heilsutengd lífsgæði. Við vildum líka athuga, okkur langar til athuga, ég ekki komin í langt með það eða ég að skoða það. Við viljum athuga hvort þessi kringum vilja líka með vandlega heilsu þessum hópi og við viljum líka það í leiðinu til að sjá hvað einkennir þá sem sækja þessa endurhæfingu. Þetta er svona, það var að tala afturvirka kolesterólkontról áðan og þetta afturskyggt eða afturvirkur rannsókn líka. Við erum að horfa á gögnin okkar í sjúkraskránni og það allir sem eru orðnir 18 ára og koma í lífsstílsmeðferðina á þessum árum. Við gerðum mjög margar mælingar á þessu fólki, við gerðum enn fleiri en þarna eru sýndar en þetta eru þær sem ég ætla að sýna ykkur í dag. Og af því ég er náttúrulega lungnanörd til dæmis, þá skrínum við fyrir astma hjá þessu fólki og gerum spirometrí og allan og svona. Og það alveg efni í sérrannsókn. Og niðurstöðurnar, það voru sem sagt 304 sem komu til okkar í þessa endurhæfingu á þessum árum. Það 80% eru konur. Samt sína OECD-tölurnar að offita sé algengari meðal karla, frekar en hitt.
En það eru konurnar sem leitast þessari hjálp. Og þetta tiltölulega ungt fólk. Það eru sem sagt 78% held ég voru á milli 25 og 54 ára. Og ættarsaga hjá langflestum. Annaðhvort föðurætt eða móðurætt eða báðurætt. Og upphaf offituvandans mjög oft í barnæsku, en getur verið á fleiri æviskeiðum. Og það eru flestir með einhverjar aðrar sjúkdómsgreiningar nema þau allra yngstu eiginlega. Og upphaf þyngdarvandamálanna sem sagt þess að segja, það oftast sem þau hafa byrjað að fitna á barnsaldri og svo þetta misjafnt. Þetta fitnaði á meðgöngu, það kom Alexandri mjög á óvart og reyndar mér líka að það skyldi vera svona lítill stuðull hér. En ég held að þetta við þurfum að þessi skoða gagnum betur hvað þetta var. Að því margir sem voru feitlagnir fyrir verða bæta enn meira á sig hér og losna ekki við það. Þannig að það svona analýsa sem við erum eftir að gera. En ég sé það í rauninni alveg strax áhugaverð. Og þetta eru algengustu sjúkdómsgreiningarnar sem fólkið okkar með. Háþrýstingur auðvitað, eins og við öllum öðrum. Svo það vefjagigt, þunglyndi og kvíði. Sykursýkin, sem mjög sterkt tengt offitunni, hún þarna bara í fitnessandi. Og að hluta til getur það skýrst út af því að fólkið okkar ungt. En það getur líka verið það að fólkinu sem líður verð, sem glíma svona margþættan vanda eins og þunglyndi og kvíða og annað, að það sé það fólk sem frekar leita sér hjálpar. Svona lítur þetta út. Þetta náttúrulega geysilega leiðileg tafla, við erum alltaf að vera með svona stóra töflur, en þetta hvernig þau voru við komu og þegar þau fóru, og svo munurinn hérna, og það svona, það P minna en 0,000 alltaf í öllum þessum útreikningum. Þannig að það verður marktækur munur öllu á þessum 5 vikum. Ekkert rosalegur, en mjög skýr. Og það sama hvað við lítum á þetta. Þetta sem sagt þyngdin og BMI þar af leiðandi. Nú gönguspölurinn, þetta 6 mínútna göngupróf. Þoltala, við gerum bara svona Åstrand hjólatest og reiknum þoltölu út frá því og svo þrektölu. Þetta líka þrektala sem sagt þegar maður búinn að taka þoltöluna, það að segja pumpukraft hjartans á mínútu, hvaða pumpamörgur lítur á mínútu og deilir í með kílónum og búinn að breyta þessum lítrum hafi millilitra. Og þess vegna breytist sú tala aðeins meira heldur en þoltalan vegna þess að það kemur inn í að fólki léttist. Tölurnar sem eru í sviga fyrir aftan þarna í fyrsta darkinum sýna hvað eru margir á bak við hverja tölu, margir hverja mælingu eða hvern sem eiga bæði fyrir og eftir mælingu. Þið sjá að það eru færri heldur en þessi 304 og það að hluta til vegna þess að það voru einhverjir sem hættu með kafi eða urðu veikir og gátu ekki klárað og svo eru einhverjir sem við gátum ekki gert, eða ég get ekki gert svona Åstrand þolpróf á þeim sem eru með beta-blokkera til þess. Og það ekkert að marka það, þetta fer eftir púlsinu. Þannig að það eru fæstir í þeim niðurstöðum eins og þið sjáum, það 229. Og svo eru sumir sem að gleyma að skila blöðunum og ég fatt það ekki fyrir að þau eru farin eða hafa skilið eftir eina opnuð og við náðum ekki að sjá það áður en við fórum. En það sem betur fyrir ekki voðalega mikið afföll þarna. Afföllin munu verða gríðarlega miklu meiri þegar við förum að horfa á 30 ára eftir. Það spurning hvað fólki skilist. Við vitum að það skilist ekki mjög vel, en við vitum ekki hversu illa að við erum ekki bara að taka það saman. Þannig að við getum við ánægð með það allavega að við gerum eitthvað gagn á meðan fólki og það á mörgum vígstöðum. Þetta eftir 5 ár. Þetta eftir 5 ár. Þetta bara þegar þau útskrifast, þau eru búin að vera hjá okkur.
Og svo segja meðaltöl náttúrulega ekki allt. Svo ég gerði svona smá boxplot fyrir heilsutengd lífsgæði, það er stóri kassi með lista vinstri og svo er það kvíði og depurð og svo er það svefnkvarðin, Edward, sem er dagsýrjukvarðin. Og þetta dreifist þetta, en það er sem sagt gott ef að heilsutengd lífsgæði fara upp og það er gott ef að hinir þrír fara niður. Þannig að þau eru réttu með vinnulinn alveg örugglega. En auðvitað eru alltaf einhverjir sem fara í ranga átt. Það er bara svona til að það þarf alltaf að vera heiðarleg með það. Og við erum sem sagt ekki komin mjög langt í að reikna þessi tengsl milli mismunandi þátta eða breyting á mismunandi þáttum. En við komum þá er engin fylgni á milli BMI og heilsutengdra lífsgæða, en það er fylgni milli þyngdarinnar og heilsutengdra lífsgæða. Og ég á aðeins eftir að reyna að skilja betur hversu það er. Svo er fylgni á milli heilsutengdra lífsgæða hins vegar og kvíða og depurðar þegar við komum. Það er þessi ástandsfylgni. En þegar við erum að skoða fylgnin á milli breytingana, þegar við vorum að skoða í síðustu töflu, að þá er það þannig að sem kannski kemur á óvart að hversu mikið fólkið léttist, það hefur engin tengsl við það hversu miklu betur það líður. Hins vegar hversu mikið þeirra þunglyndi og kvíði minnkar og hversu mikið það hækka í þolinu. Hvað þau finna að þau eflist. Að það hefur áhrif. Það er svolítið merkilegt vegna þess að við erum alltaf svo fókusir á töluna og fólki líður illa yfir að sjá alltaf þessi háu tölu á vigtinni. En það var samt ekki það sem var gerði úrslitin hérna. Það var svolítið gaman að sjá það. Og þetta er líka svolítið áhugavert fyrir okkur vegna þess að það er ekki mikið verið sérstaklega að vinna með kvíða og þunglyndi í það. Þau eru ekki alveg í svaka viðtölum og á þessum árum fengu þau nánast aldrei viðtöl hjá sálfræðingi, þau fengu svo bara fræðslu hjá sálfræðingi. Þetta er bara þetta að fá að vera í sínu eigin skynni á einhverju stað þar sem ekki er verið að hýja á þau. Þau eru með jafningjum, þau eru að gera eitthvað fyrir sjálfa sig, þau eru að byggja sig upp, þau fá fullt af jákvæðri athygli. Að það einhvern veginn virðist vera bara heildarpakkinn sem hefur svona góð áhrif. Og að þau finni að þau geti gert eitthvað fyrir sjálfa sig. Þannig að 5 vikna áflýtumeðferð á Kristnesspítala, hún bætir bæði andlega og líkamlega líðan og heilsutengd lífsgæði og auk þess sem að þátttakendur léttast aðeins. Við sjáum greinilega að þátttakendur sem koma eða fólki sem leita til okkar í þetta, það glíma við margþættan heilsufarsvanda og tengsl líkamlegrar og andlegrar heilsu og líðanar eru margþætt og flókin. Ég er ekki komin lengra en það, en það vissum við náttúrulega fyrir en við sjáum það í þessu og það er margt þarna sem við þurfum að skoða og fara varlega og vandlega í. Og svo auðvitað þurfum við að skoða líka langtímaáhrif. Við eigum gögn í það, við erum bara ekki búin að ljúka einstaklega þeirra gagna og við hlökkum mikið til að fara að sjá allan pakka. Vonandi get ég fengið að ég eða einhver okkar fengið að segja ykkur frá því eftir ár. Þannig að ég ætlaði bara að segja það kæra þakkir fyrir áhorfið og kæra þakkir til allra mína samstarfsmanna fyrir það.